Róbót, Árni, róbót til að þvo heilu skipskrokkana. Þetta ný græja hjá okkur. Já, þetta alveg nýtt og við vorum að fá þetta, nú búin að fá þetta fyrir nokkru dögum, en við vorum að taka þetta í notkun svona formlega í dag og erum hérna með Arnar frá Skagaströnd og hann hérna svona í almennu slipp hjá okkur og hann þarf alltaf að þvo sem sagt skipinu utan, gróður á botninum og svo setja málið upp á nýja og nú notað róbót við þetta, semst að áður var þetta gert með höndunum eða með háþrýstibyssu samt sem áður, en nú þurfa mennirnir ekki að halda á háþrýstibyssunni, heldur róbót sem keyrir eftir skipinu eða skipshliðinni og botninum og því bara stjórna með þráðlausri fjarstýringu. Þannig að þetta mikið léttara fyrir mannskapinn og mikil framföru, þetta bara mesta framföru eiginlega í háþrýsti þvotti síðan, ég veit til 1970 næstu. Já. En hvenær byrjuðu að skoða þennan möguleika? Já, við erum verið að horfa í kringu okkur síðustu ár og það var fyrir rúma ári sem var gert alveg í verulegu alvöru og tekin ákvörðun að reyna að létta þessa vinnu. Já. Og þeir eru með mann frá framleiðendum til þess að leiðbeina ykkur? Já, það hérna maður frá framleiðendum sem að kenna okkur á þetta. Þetta alveg nýtt fyrir okkur. Já. Og hvernig við eigum að gera þetta. Já. Og þið getið tekið skip af öllum stærðum, stærri en þennan togara? Já, við getum tekið hérna ansi stór skip, svona alveg 120 metra sinnum 21 eða þessu ekki og þung fyrir okkur. Það ekkert vandamál. Þetta eru ansi stóri fletir sem við erum að sjá og lúmst það sem er undir sjólínu. Já, það nefnilega ansi lúmst sko. Þetta oft á annað 1000 fermetrar undir sjólínu sem við erum að taka. Og þá mikill mun að geta gert þetta svona. Já. Þetta alveg bylting sko. Þið sparið handtök og klukkutíma? Já, bæði. Núna erum við að framkvæma kannski verk með, við gætum verið 1-2 menn sem þurfti 5 manns áður í plús, skotbómuliftar og annað. Þetta bara skríður eftir skipinu, þó sé hátt frá tilfæri, þá fer þetta upp lóðrétta veggi og neðan í botnin og svo sáu áðan. Það er svo magnað. Þessu er bara stýrt auðveldlega og við sáum líka að það hérna öryggislína sem hangir utan á skipinu. Já, það svona fallína eða eitthvað kemur upp og þetta dyttir niður. Þannig að þetta verði ekki fyrir tjóni, þetta kostar nokkra milljónir. Já, og verða mannskapin líka? Já, þetta verða mannskapin mjög mikið. Hann alveg, þarf ekki að vera ofan í þessu. Það hægt að ganga svo langt til þess að stýra þessu heima á tölvuskjá. Það ekkert því til fyrstu. En næstu verkefni við þessa græju, eru þau komin í hús? Já, það bara næsta skip sem kemur hérna hjá okkur og þá verður þetta notað áfram. Og það þetta notað á alla málmfleti, þetta verður að vera úr járni. En það samt sem áður þarf aðeins að nota handbyssun á það áfram. Nú segir þú bara að þú skilir ekki í hvernig þú komst af án þessara græju? Nei, strákarnir verður fljót fyrir nefna það sko, því þetta var verulega erfitt og þetta var bara fyrir hrausta stráka unga menn að vera í sko.